þessi lög voru á Pokot tungumáli en það tungumáli talar í að Pokot þjóðflokkinum sem í norðvestur Kenía þar sem við Ólöf svona hluta til upp eða foreldrar okkar voru að starfa þar. Óli ykkur upp á það? Já, við vorum þar alltaf svona stundum í fríum og svona, við erum ekki í skólanum. En þessi lög eru, mjög svona spes fyrir þennan þjóðflokk. Og fjallum það, seinna lagi fjallar það að við erum að fara upp í himinin. En við ætlum aðeins að syngja þetta aftur og við viljum fá ykkur með. Það eiginlega skilnað, þið verða að standa á fætur. Og það sem konurnar gera í kirkjunni, sérstaklega þegar það sem lengst inn í buskanum, það dansa, svona. Og þeir sem treysta sér til með að dansa, hinir með bara að klappa. Og þið standa á fætur og taka þátt. Við ætlum að syngja þetta bara aðeins aftur með ykkur. Allir sem treysta sér til að standa upp, það ekki, við ætlum ekki að fara Nei. Svo má gera svona hljóð. Þetta eitthvað sem getur notað alla tónleikana, sem að byrja þessu, svo það verður svolítið fjögur stuð hjá okkur í kvöld. Við ætlum að bjóða ykkur svona formlega, hjartanlega velkomin hingað í kvöld. Frábært að sjá hvað eru margir. Við runnum alveg blint í sjóun með þetta. Þetta var ákveðið með stuttum fyrirvara. Af því að Ólafur kom, ég strax var móð. Ólafur kom óvænt hingað páskana, þannig að við ákveðum að láta hana draum okkar rætast að koma saman og halda smá tónleika. En ég heiti Helga Vilborg. Ég heiti Heiðrún. Ég heiti Agla Marta. Og ég heiti Ólafur. Og eins og kom fram hérna þá eru Heiðrún og Ólafur, þær eru aldar upp í Keníu að milli leyti. Og ég hef verið kristinboði í Eþíópíu í nokkur ár. Og þetta er Agla Marta systir mín, hún kom meðal og heimsótti mig eitt árið sem ég var úti og hefur líka komið til Keníu. Og það er eitthvað skemmtilegt sem við gerum þar að syngja þessa tónlist. Það er svo mikil gleði og svo mikil kraftur. Og þið með endilega, ef við kunni lögin, þeir sem er diskinn okkar sem kom út 2001, þið með endilega bara syngja með og hafa gaman. Við ætlum að þetta verður bara svolítið heimilislegt og skemmtilegt hjá okkur vonandi. En við sem sagt komum saman í fyrsta skipti, ég held að það hafi verið 96 eða 97. Og þá var ég beðin að sjá KSS-fund, kristilegum skólasamtökum, eftir ég var komin heim frá Eþíópíu sem ég var búin að vera í 1 ár. Og þá byrjuðum við fyrst að syngja saman. Við vorum með alveg svaka dramálæti, við vorum að rifja þetta upp daginn. En við ætlum ekki að gera það í kvöld, við erum að gefa það betri tíma. En svo bara fórum við að þróast þetta, við fórum að syngja saman. Og til að byrja með var það þannig að fólk hringdi í okkur, getið ekki komið að syngja? Ég bara, jú, og við hittumst yfirleitt svona hálftíma áður. Og sungum eitthvað yfir sem við kunnum og svo var þetta farið að vera svo mikið að við sem við ættum kannski að fara að æfa okkur eitthvað og við sem sagt gerðum það og sungum heilmikið saman á tímabili en svo tvístruðumst við nú aðeins heimsbyggðina og það eru rúm 10 ár síðan við höfum sungið alltaf saman svo þetta er einstaklega skemmtilegt og ég vona að þið eftir að skemmta ykkur vel í kvöld en við ætlum að syngja núna söng á Swahili frá Keníu og Heiðrún kannski segir bara aðeins örstutt hvað textinn fjallar Já,
það ég nenni ekki að þýða allan textan, þetta kemur ekki upp. En þetta fyrsta erindi, Drottinn Jesús, hann sagði, ég hef sigrað dauðann og þið mun líka sigra fyrir blóð mitt. Já. Þannig að allir þessi textar eru, sem við syngjum í kvöld, eru guðdýrðar. Þetta var eitt aðalhitið okkar. Bundnar. Við erum á trommum og eins og svona, þannig að við verðum eiginlega að fá ykkur til að klappa svolítið með, þannig að, já, endilega. Þó við séum ekki að klappa, þá megið þið alveg klappa með. Þannig að það er svolítið erfitt að klappa með mikrofón og trommu. Já, smá rókuningar. Þetta er mjög heimilislegt, þetta er bara, það er okkur í hverju lagi, það eru einhverju. Við nefnilega viljum ekki hafa þetta eins, þannig að það er bara... Veit ekki hvor okkar er öfnend? Ekki ég. Já, þetta lag er á Swahili líka og þetta lag fjallar það að það er engin Guð eins og þú og ég get bara sagt fyrir mitt leyti að já, ég bara, Guð hann skiptir mér öllu máli og já, það fyrir mér er dýrmætt að eiga samfélag við Guð. Ég mæli með því. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu, nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Hakuna upendo kama
ætlum við aðeins að færa okkur yfir til Eþíópíu. Við erum búin að syngja lög núna frá Keníu. Eþíópsk tónlist er svolítið öðruvísi heldur en svona flest sem maður heyrir frá Afríku. Og kannski helsta ástæðan fyrir því er að hún er það sem við kalla á tónlistarmáli pentatónísk. Það er notaður 5 tónaskala en maður myndi nota bara svörtu nóturnar á píanónu. Og hún getur verið svolítið erfið fyrir svona vestræn eyru fyrst. En þegar maður er búin að læra að meta hana þá er hún mjög flott og skemmtileg. Og við ætlum að syngja söng sem er sungin í kirkjunum í Eþíópíu og fjallar það að það er aðeins Jesús sem getur læknað aðeins hann sem getur gert kraftaverk og við viljum lofa hann. Og já, mann ég ekki hvað með fram á það. Þetta er lögum, sko. Smá Þessi, við erum búin að stúdera svolítið raddbeitinguna því að Afríku búið að syngja oft svolítið öðruvísi heldur en við. Og þetta er svolítið svona áskorun fyrir okkur við Ólöf erum klassískt menntaðar og þannig að þetta er svona svolítið áskorun að syngja í þessum afríska stíl. Við reynum að gera okkur besta, við náttúrulega verðum aldrei alveg eins en við gerum eins og við getum. Og þið kannski heyrið, nú sem þið fáið að heyra Eþíópskt. Þetta eru eiginlega 2 söngvar sem við syngjum í sirpu. Spennandi. Jesus yenageta Bejaonta meremare Tegerenya yemetare Ego elishi mepeda Jesus yenageta En við erum með gesti sem ætla að syngja fyrir okkur hérna á tónleikunum. Við ætlum að halda áfram að vera svolítið í Eþíópíu. Nú ætlum ég að biðja krakkana mín að koma hérna og þau ætla að syngja sirpu af lögum frá Eþíópíu. Og þetta er hann Jóel og svo er Margrét Helga, Dagur Björnsson og Dagur Jómar. Þau eru sem sagt alin upp að hluta í Eþíópíu. Og því miður, við erum búin að vera núna heima bráðum í 4 ár og
þau eru búin að gleyma alveg amharískunni, tungumálunni sem við lærið úti, en söngvarnir sitja eftir, þau kunna þá. Og það ótrúlega dýrmætt, finnst okkur. Við ætlum að byrja því að syngja, byrja því að flytja nokkra söngvar sem eru á tungumáli sem heitir Tsamakku, sem talað í suðvestur Eþíópíu, í Voitodalnum. Og þetta eru allt saman lofsöngvar, allt söngvar sem sungið í kirkjunni. Það mikið klappað og dansað og mikið fjör í kirkjunum. Og þessi söngvar eru allir lofsöngvar. Ég ætla ekki að fara út í hvern einasta text, en við tökum svona fyrstu. Heyrðu, það er spurning fyrir okkar. Hvort að, nei, þið fyrir ekkert. Ég var að spá ég að gera svona svo Eurovision-beiringar. Skiptum hérna búning með Þetta er Konsopils, þetta er frá Eþíópíu. Það er svo hægir þeir í Fyrst að sjá, nokkur sem ekki laus stóllið það. Nei, ég sést bara hér. Það sér Nei, það er að segja. Kannski voru einhverju sem glöggir tóku eftir því að síðasta lagi sungum við á 2 tungumálum. Það var sungið bæði á Tsamakku og amharísku. En nú ætlum við að syngja nokkur lög á amharísku og þetta er allt svona með svipuðu þema. Fyrsta lagi það heitir Komið í krakkar, við skulum lofa Guð saman. Og svo koma fleiri söngvar. Yeah.
voru ég að kafna í þessu pilsi. Ég skildi alveg hvernig konur geta verið í þessum þykku pilsum. En það svolítið skemmtilegt þegar maður keyrir, að keyra þarna suður frá. Og maður sér alltaf leiðum að komin inn í Konsum, þá allar konurnar svona. Og í þessum þykku bómullar pilsum. Maður ræla mjamma mikið og flottur í þessu. Ég er rosalega var þetta flott. Ég hef aldrei heyrt ykkur syngja. Það var alveg frábært. Nú ætlum við að skipta aðeins gír. Við höfum alltaf sungið svolítið líka af sálmum og þá svolítið úr söngbók Kristniboðssambandsins og KFUM. Og það var nú bara þannig að það var við ákvaðum að syngja núna bara að taka einn af þessum sálmum sem við sungum mikið og hefur afskaplega fallegan texta og bara vitnisburður. Ég elska þig, Jesús. Margir kannski velti fyrir sig af hverju eins og við sem sagt gáum út disk árið 2001 og það var mikið til einn maður sem hafði mikið það að segja þessi diskur var til og hann hérna í salnum. Við verðum eiginlega bara það er hann Páll Pálsson, hann situr þarna og ég held við verðum að klappa fyrir honum því hann gerði svo mikið fyrir okkur.
þegar við vorum að syngja það var oft verið að spyrja okkur hvort við ætlum ekki að gefa disk og við vorum svo grænar í þessum málum öllum og við bara biðjum að safna fyrir diski, við vissum að þetta kostaði mikið og svo bara vorum við búin að biðja fyrir því að Guð myndi leiða okkur þessu og þú bara kemur Balli til okkar og segir ég vil langar að gefa disk með ykkur og það bara sáum við sem bænasvar og fórum út í þetta ævintýri sem var alveg frábært og diskurinn það er ennþá til einhver eintök af honum og hann til sölu hérna í kvöld innan frammi og á þessu diski eru bæði afríski söngur og líka þessi sálmar og mér langar að segja með sálmana eins og fyrir okkur sem höfum verið kristinbúar úti þá alltaf eins og fyrir mig, ég upplifði við sungum oft þessa sálma saman og þeir hefðu mikið að segja fyrir mig syngja þessi sönga á íslensku og þetta hljómaði þarna úti í þorpinu okkar ég held að fólkið hafi heyrt í okkur þegar vorum að syngja og þó þau hafi ekki skilið það sem við sungum þá vona ég að þau hafi upplifað líka löggjöruna í þessum söngum já það fara út í bana Já, við höfum svolítið verið að syngja negrasálma og við ætlum að syngja einn negrasálm núna einfaldur og mjög fallegur sem við höfum ekki sungið svona þessar rók, kærleikunni við rókum hér bara eins og í Afríku Blind man stood on the way and cried. Blind man stood on the way and cried, crying, "Oh Lord, show me the way." Blind man stood on the way
svona þá að þegar það kemur að þeim hluta sem þið komið. Ni me kubali kumfuata Yesu. Ni me kubali kumfuata Yesu. Ni me kubali kumfuata Yesu. Si